Góðan daginn og hjartanlega velkomin í CCQ-stundin. Ég sérstaklega ánægð hér í dag vegna þess að gest sem hér í dag hefur verið hjá mig áður. Velkomin Aðalheiður Júlírós Óskarsdóttir. Takk fyrir. Sem kemur frá Reykjanesbær. Já. Það eru 3 ár síðan sem þú varst í síðast og þá varstu verkefnastjóri í gjafmála. Já. Þú tókst þína fyrsta skrif í gjafmálum en náttúrulega líka Reykjanesbær. Já. Hvað gerir þú hjá Reykjanesbær í dag? Já, bara takk kærlega fyrir að taka á móti mér. Alltaf gaman að koma í heimsókn. En í dag ég gæðastjóri Reykjanesbæjar og verkefnastjóri yfir innleiðingu á barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og sinni í rauninni á mjög ólíkum og víðtækum verkefnum miðað við seinast ég kom, en allt á sviði gæðastjórnunar. En ég auðvitað fyrst og fremst sinni gæðahandbókinni. Þar sem ég rek gæðahandbókina og stjórnundum innan handar við gerð skjala og útgáfu og endurskoðun og fleira. En svo fyrir ári síðan þá tókum við upp ábendingakerfið, ábendingarhlutann í CCQ og við byrjuðum með innri ábendingar en í sumar tókum við upp ytri ábendingar líka. Glæsilegt bara. Til hamingju með stöðuhækkun. Já, takk. Bæði fyrir þig sjálfan að fá þessa stöðuhækkun og fá þessa virðing að það mikilvægt að vera gæðastjóri. En líka bara til hamingju Reykjanesbær sem hefur sem sagt náð skilningu yfir hversu mikilvægt það að vera með skilvirkt gæðastjórnarkerfi. Þegar þú lítið tilbaka til þig sem persónu, hvernig þú vann þá, hvernig þú vinnur í dag, hvað myndir þú segja helstu þróun, hvernig hefur þú blómstrað í starfinu? Já, bara mjög góð spurning. Ég hugsa að ég hafi verið svolítið á þeirri línu á þeim tíma að mér fannst ég þurfa að kunna allt strax. En í dag ég auðvitað komið með meira sjálfstraust en ég hugsa að ég mæti öllum verkefnum meira með auðmýkt í dag. Og maður þarf ekkert að kunna allt frá upphafi. Nei, einmitt. Og það má spyrja spurninga og það má gera mistök. Og mistök í rauninni bara tækifæri til að læra af. Nákvæmlega. Já, og ég alveg sammála þegar vegna þess að þetta svo innbyggt í mannin að mann á að vera sérfræðing 100%. Já. Og ef mann getur ekki alveg svona svara strax, þá fær mann svona hálft paník. En þetta þroskast náttúrulega með tímanum. Man þarf ekkert að vera sérfræðing í öllu og það allt í lagi og leita til hjálpar, leita til aðstoðar sem líka bara partur af gæðastjórnun. Þetta hvernig við getum gert betur í dag en í gær. Akkurat. En ef við hugsum þá til gæðamála hjá Reykjanesbær, þegar ég byrjaði þá var engin gæðastjórnun yfir höfuð. Hvernig myndir þú segja gæðastjórnun upplifumst í Reykjanesbær í dag? Já, ég myndi segja að þetta orðið svona nokkuð vel imprentað í starfsfólk og ég farin að heyra svona á göngunum út undan mér að ég sé með á fundum þótt ég sé ekkert endilega með á fundum, ekkert á staðnum endilega, fysiskt. En fólk farið að vera svona að hugsa að kannski á fundi að fara yfir eitthvað ákveðið verklag eða einhver skjöl og það segir svona upp átt, já en nú myndi Aðalheiður segja, eða nú myndi Aðalheiður spyrja hvernig þetta og hvernig, þú veist, þannig að ég myndi alveg segja að þetta komið ágætlega vel svona inn í þessi gæða hugsun. Já, það alveg frábært, bara innilega til hamingju með svona árangur, það þarna sem við viljum vera. Akkurat. En ef við förum 3 ár eftir í tímanum, hvað myndir þú segja helsta áskoranir sem stóðu fyrir þá? Af hverju var tekið þessa ákvörðun að innleiða gæðastjórnun? Já, einfalda svari í rauninni bara það var ekkert gæðakerfi eða gæðastarf þannig séð til staðar. Það svona einfalda svarið. Og það var ákveðin áskorun. Og að því að við vorum þá með 6 svið og ég set alltaf upp þá myndlíkingu að ég hafi tekið við 6 ólíkum fyrirtækjum. Þannig að það var ákveðin áskorun að sameina verklag á milli þessara sviða. Já, ég skil. Hvað heldur myndi vera stærsta áskoranir sem þú hefur, förutom þetta með að vinna með 6 fyrirtækjum, hvað var annars helstu áskoranir?
tökum hérna mannlega þáttinn til dæmis með starfsmennin og hvernig eru nálgaðist starfsmennin. Var þetta svipuð eða var þetta mjög ólíkt? Ég myndi segja sko að því að sviðin eru svo ólík að þá þurfti ég að nálgast verkefnið á mjög ólíkan hátt eftir við hvað svið ég var að tala. Og verkefnin hjá sviðunum eru mjög ólík. Þau eru annars vegar snúast að mannlegum þáttum eins og bara hjá velferðarsviðinu og svo verklegum þáttum eins og hjá umhverfis- og skipulagssviði. Þannig að Ég skil. En ef þú ber saman hvernig var það fyrir þá, eða fyrir 3 ár síðan og hvernig núna? Hvað er helsta munurinn núna og þá? Já, ég myndi segja að flestir ef ekki allir stjórnendur og starfsmenn eru farin að skilja mikilvæg þess að vera með gæðastarf. Já, ég myndi segja það. Já. Mér finnst það svolítið athyglisvert að þú varst að nefna þetta með ábendingakerfi. Að hafa virt ábendingakerfi fyrir starfsfólk, það nú mjög margir hér á Íslandi sem með það. En þetta með að opna ábendingum fyrir íbúar, fyrir ytri ábendingum, getur þú sagt aðeins frá því? Hvað var gert og hvernig það í dag? Já, svo ég segi nú kannski fyrst hvernig það var, að þá vorum við með bara margar leiðir fyrir íbúa og aðra einstaklinga til þess að senda inn ábendingu eða fyrirspurn. Og þannig að þetta var svolítið að tínast hjá okkur í tölvupóstum, í samtölum, símtölum og fleira. Þannig að það var einhvern veginn ekkert utanumhald. En nú erum við komin með þetta bara á einn stað og starfsfólk er að upplifa það og auðveldra með að fara með verkefni sín og milli og líka bara upp á tölfræðin að gera. Hvar eru ábendingarnar að helst að koma? Já, nákvæmlega. Og ég veit til dæmis, það sem ég býr, það til svona Facebook-grúpu, þar sem við í hverfinu og bara spjalla líðan og hér hólu vegurinn og voruð búin að sjá þetta og það eitthvað svipað hjá ykkur í Reykjanesbær? Til svona Facebook-grúpu það líka? Já, það eru nokkrar en það kannski ein svona sem helsta, sem svona stór. Já. Og þegar við vorum að innleiða þetta í sumar þá bjögum við til frétta heimasíðun okkar, settum í vikufréttir sem svona svæðis fréttablaðið okkar. Já. Þannig að við svona reyndum að auglýsa þetta eins vel og við gátum fyrir íbúum. Já. Og maður svona farin að sjá að íbúar eru farin að benda hvort öðru á að senda inn í gegnum ábendingagáttina. Það rosalega gaman að heyra það. En við horfum núna, þú tókst fyrst, bæði þú og Reykjanesbær tóku fyrsta skrefin að innleiða gæðastjórn þá fyrir 3 ár síðan. Ef við horfum tilbaka hvernig það var gert, bæði hvernig þú gerði þetta og hvernig Reykjanesbær samstarfsfélagana gerði það. Myndirðu gera það alveg eins í dag eða hvaða árangurssögu tekur með þér og hvað myndirðu vilja gera öðruvísi ef að þú fekk samskona verkefni á yfirborðið í dag? Já, ég hugsa að ég myndi að mörgu leyti gera þetta eins. Það sem að mér fannst mjög mikilvægt var að hafa starfsfólk með frá upphafi og ég hugsa að ég myndi alveg gera það hiklaust aftur. Af því þau verða að finna svolítið svona eignarhlut í þessu til þess að vera viljugt til þess að taka við þessu. En það sem ég myndi kannski bæta við að ég myndi vilja fá svona gæða fulltrúa inn á hvert svið eða hverja deild. Ég er ekki að tala auki stöðugildi eða aukin verkefni fyrir viðkomandi. Ég er aðalega bara að tala einhvern sem væri svona talsmaður og stuðningsmaður fyrir mig sem myndi svona hvísla að starfsfólki. Já, akkurat. Já, ég hugsa að það sé svona einu sem ég myndi breyta. Já, einmitt. Og maður veit náttúrulega líka það er ekki allir sem eru híminn háaðir, jákvæðir og glaðir að nú við fara innlega nýtt gæðakerfi. Hvernig var það hjá ykkur? Voru allir bara tilbúinir til að taka þátt eða fannstu stundum fyrir svona þröskuldar þar sem maður var ekki alveg með á sama blassiðu? Já, ég get alveg sagt það sko. En eins og ég sagði áðan að þá voru í rauninni bara með 6 ólík svið og allir að vinna eftir sínu verklagi og bara eðlilega og skiljanlega getur fólk átt erfitt með að breyta verklagi þegar búið að vinna eftir ákveðinu í bara mörg ár jafnvel og jafnvel kannski upplifa að sé verið að taka af þeim verkefni eða þú veist að þau vilja bara svona halda utan sitt sko, ef að viðkomandi að vinna einn mikið. Og hvernig gengur hjá þeim í dag? Hefur náð skilningi
í svo verkefni og Já, ég myndi segja það, svona heilt yfir. frábært. Og þar spiluð inn nokkri lykilstjórnendur Já. með að því að sá stuðningur var alveg ómetalegur Já. í þessu. Bara glæsilegt. Ég heyri að þetta algjörlega árangurssögu frá A.T.Ö. En hvað býður ykkur næst? Hvað býður þér næst og hvað eru þau núna helstu verkefni sem þið stendur fyrir? Já, það rauninni bara að halda áfram. Við náttúrulega eins og ég sagði, vorum að taka upp þetta ábendingakerfi fyrir ytri ábendingar í sumar og það náttúrulega bara að fara mikill kraftur í það. Þannig að já, ég myndi segja bara að halda áfram. Bara glæsilegt, bara innilega til hamingju með allt þetta og gaman að fá þig í heimsókn og ég taka kella fyrir að hlusta okkur í dag. Þetta CCQ stundin, ég heiti Marja.